Leiki barna eru mikilvægir hluti af þroska þeirra og veita þeim tækifæri til að læra heiminn, samskipti, skapandi hugsun og hreyfifærni. Hér eru nokkrar tegundir af leikjum barna og hvernig þeir stuðla að þroska. Fyrst þar hlutverkaleikir. Börn taka sér mismunandi hlutverk og herma eftir atburðum úr raunveruleikanum eins og að leika foreldra, lækna, kennara eða einhverja hetjur. Þroskalegur ávinningur af þessu að þetta þjálfar félagsfærni, þar með talið samskipti og samvinnu. Þetta ýtir undir ímyndunarafl og skapandi hugsun og hjálpar börnunum að skilja félagslega reglur og hlutverk í samfélaginu. Þykistu leikir eða pretend play að þá ímynda börn sér að hlutir séu eitthvað annað en þeir eru, til dæmis nota staf sem sverð eða kassa sem hús. Þroskalegur ávinningur á þessu að þetta örvar sköpunargáfu og hugaflug. Þetta kennir börnum að nota tákn og skilja tengsl á milli tákna og raunveruleika. Þetta eflir tilfinningalegan og félagslegan þroska með því að leika út alls konar mismunandi aðstæður. Skipulagðir leikir að þetta eru leikir með einhverja ákveðna reglur eins og boltaleikir, borðspil eða einhverju hópaleikir. Þroskalegir ávinningur af slíku að þetta kennir börnum að fylgja reglum, deila og vinna saman. Þetta þróar hæfileika til að leysa vandamál og hugsa taktískt. Þetta eflir félagslegan og andlegan þroska með samskiptum við jafningja. Félagslegi leikir eða social play, þetta eru leikir sem fela í sér að börn leika saman eins og eltingaleikur, feluleikur eða einhverjir hreyfileikir út á leikvellinum. Þroskalegur ávinningur af þessu að þetta bætir félagsfærni, svo sem að deila, bíða eftir að röðin komi að manni og leysa ágreining. Þetta hjálpar börnum að læra mikilvægi samvinnu og vináttu, eykur líkamlega hreyfifærni og samhæfingu. Hreyfileikirnir að þetta eru leikir sem krefast hreyfingar eins og að hlaupa, hoppa, klifra, dansa eða leika sér á leikvellinum. Þroskalegur ávinningur af þessu að þetta þróar grófhreyfifærni, jafnvægi og samhæfingu. Þetta eykur styrk og líkamstól og stuðlar að heilbrigðu líkamlega þroska og eflir sjálfstraust með hreyfingu. Listaleikir, ég vissi ekki alveg hvað þetta kallaði, kalla bara listaleikir. Þetta eru leikir sem fela í sér sköpun, svo sem að mála, teikna, byggja með kubbum eða leira. Þroskalegur ávinningur af þessu að þetta þróar svona fínhreyfingarnar og handlagni. Þetta eflir ímyndunarafl og skapandi hugsun og hjálpar börnum að tjá tilfinningar sínar og skoðanir í gegnum list. Leikir með reglum. Þetta eru leikir þar sem ákveðna reglur eru til staðar eins og til dæmis borðspil eða tölvuleikir. Þroskalegur ávinningur af þessu að þetta kennir börnum að fylgja leiðbeiningum og setja sér markmið, þróar hæfni í stefnumótun og skipulagi og eykur samvinnu, sanngirni og getu til að takast á við sigur eða ósigur. Þrautaleikir. Þetta eru leikir sem fela í sér að leysa þrautir eins og púsluspil, byggja með kubbum eða leysa stærðfræðileg vandamál. Þetta getur þroskalegur ávinningur af þessu að þetta getur þroskað rökhugsun og hæfni til að leysa vandamál. Þetta eykur þolinmæði og einbeitingu og stuðlar að skilningi á formum, mynstrum og rýmisgreind. Síðan það einleikurinn að það þegar börn leika sér ein með leikföng, byggja með kubbum eða lita. Og þroskalegur ávinningur af þessu að þetta eykur sjálfstæði og sjálfstraust. Þetta þróar hæfni til að einbeita sér og læra á eigin takti eða læra í eigin takti og leyfir börnum að kanna eigin hugmyndir án utanaðkomandi áhrifa, sem ekki hægt að vanmeta. Samantekt yfir þessa leiki að leikir barna ekki aðeins skemmtilegir, heldur þeir líka ómissandi fyrir heildarþroska þeirra. Þeir stuðla að vitsmunalegum, félagslegum, tilfinningalegum og líkamlegum þroska ásamt því að kenna þeim færni sem verður mikilvæg í framtíðinni. Takk fyrir þetta!